Ég heiti Salvör Gísladóttir og ég ætla að kynna fyrir ykkur byrjunaratriði í Windows Movie Maker og sýna ykkur hvernig við getum gert stuttmynd sem er það bil 1 til 2 mínútur að lengd. Við gerum þessa stuttmynd með því að setja saman nokkrar ljósmyndir og teikningar, eina hljóðskrá og eitt stutt myndskeið. Og efniviðurinn hef ég allan settan í eina möppu sem ég geym á harðadisknum hjá mér. Og það sem ég byrja að gera er að ég tekin nokkra myndir, Import Pictures. Ég var búin að safna saman nokkru myndum kolagerð því að þessi ljósmyndasaga hún átti að fjalla hjá mér kolagerð og surtarbrandsnámu á Íslandi. Og ég tek inn nokkra myndir og ég get tekið þær svona allar í einu. Þær eru það sem ég get gert er að ég get fluttar niður, dregið það bara niður á tímalínuna í þeirri röð sem ég vil láta það spila. Fyrst vil ég láta birtast mynd af kolanámumönnum og síðan vil ég hafa mynd af kolum og næst vil ég hafa mynd af kolanámumanni, svona teikningu af kolanámumanni, og þar næst vil ég hafa aðra teikningu af borun í kolanámu aldamótin. Svo ætla ég að hafa mynd af steinkólum og síðan ætla ég enda á mynd af svona gljákólum. Það sem ég ætla að gera næst er að ég ætla að taka inn stutt myndskeið eða stutt vídeóklipp. Þá fyrir ég í import vídeó og ég er með á harðadisknum stutt vídeóklipp, býð þangað til að það hleðst inn, og þetta er mynd af lest, kolanámu lest, lest fullra kolum. Það sem ég ætla að gera núna er að sýna ykkur hvernig ég get klippt þetta vídeó til, því að ég ætla ekki að hafa það allt. Ég ætla að byrja þar sem lestin kemur, svona það bil hérna. Til að klippa vídeóið þá smelli ég á þennan hnapp splitta vídeó. Ég veit ekki hvort þið sjáið alveg hnappinn, ég færi þetta aðeins til. Skipta vídeóinu niður í tvennt. Og ég ætla ekki að taka fyrri partinn, heldur ætla að taka seinni partinn. Og ég dreg hann niður á tímalínuna og dreg svo næsta vídeóklipp. Nú ætla ég að halda áfram og taka fleiri myndirinn, Import Pictures, því ég get bara tekið alla myndirnar inn í einu, saga af því svona ferðalagi, og svo get ég bara dregið þar niður á tímalínuna í þeirri röðu sem ég vil hafa þá. Þær segjum ég vil fyrst hafa þessa og síðan ætla ég hafa og ég hugsalega vil hafa svona mynd, þetta er svona mynd innan úr surtarbrandsnámu og ég vil kannski hafa hana vegna þess að ég ætla að hafa skýringamyndir á henni eða eitthvað texta. Og hér er mynd af vók sem var inni í námunni og svo raða ég myndunum niður á tímalínuna. Þeir sjáuð að það sem stendur audio, þar er ekkert nema þar sem að vídeóklippi var eða myndin af lestinni, af því að þá heyrðist í lestinni. En ég get bætt við tónlist undir og það er einmitt það sem ég ætla að gera núna. Að þá ætla ég að fara í import audio og ég er með tónlist sem ég valdi á working in a coal mine sem ég fannst eiga við. Þá er ég með hljóðskrá og það sem ég get gert er að ég get dregið þessa hljóðskrá niður á tímalínuna í audio music, og ef ég vildi láta lagið byrja eitthvað þar annars þar þá get ég dregið svona til alveg eins og ég vil. Hér erum við semst á tímabili í þessari stuttmynd. Þá eru 2 hljóð. Það er hljóðin frá lestinni sem að brunar og síðan er það lagið sem spilast undir. Nú er að sýna okkur hvernig ég get sett inn titla. Það er undir Edit Movie. Ég ætla reyndar að sýna okkur aðeins meira hvernig við getum sett svona alls konar áhrif og skiptingar, setja inn titla og við getum sett titil á byrjunina. Og ég ætla að segja kalla þetta bara surtarbrandur kolagerð. Nú eru alla myndirna mína svona svolítið blái litur kannski passar ekki, þannig að ég ætla að breyta lit, bakgrunnslit, það er meira svona til brúnum tónum og ég ætla að setja svona brúnt í bakgrunni hjá mér. Síðan ætla ég að breyta líka animation, eða hvernig þetta kemur út. Og ég get dregið þetta niður og prófað marga möguleika í samtæði animation eins og fade in, og ég ætla til dæmis að hafa þetta, mér líst vel á þetta, og ég geti líka
haft titilinn texta, ég geti ákveðið að hafa einhvern aðra letugerð og ég ætla að hafa þessa letugerð og láta hana spila í byrjun. Nú ég geti líka sett texta á þessa mynd. Ég get bæði sett texta fyrir eitthvað og ég get líka setta á klippið. Nú ég átti eftir að segja done. Nú ætla ég að sýna ykkur hvernig við setjum einn titil á einstaka ljósmyndir eða það getur líka verið einstök vídeóklipp eða myndskeið. Og hérna ég til dæmis með mynd af viðarkolum og ég ætla að setja skýringartextan viðarkol, láta hann birtast með ljósum stöfum á þessari mynd. Og það sem ég gerir þá er að ég fer í Edit Movie og undir því þá vil ég Make Titles and Credits og það sem ég vil er að setja Add Title on Selected Clip og hér skrifa ég textan sem ég vil láta birtast viðarkol og síðan get ég valið hérna hvernig More Option, hvernig ég vil láta það birtast, bæði á hvaða hátt og líka breyta lit og ég get til dæmis ekki haft svona svartan lit, ég verði að hafa ljósan lit, þannig að ég ætla að fara hérna á breytum lit og setja hvítan lit og láta þetta birtast á hvítum lit og þegar ég er búin að því þá get ég sagt done. Þá sjáu þið að þá birtist þessi mynd svona. Ég ætla á sama hátt að fara og setja textan hérna sem að lestin kemur, það ætla ég að láta textan lestin kemur birtast og þá ger ég það aftur að ég segi Make Titles and Credits og Titles before the selecting clip. Nú ætla ég að gera það, ekki að setja það á myndskeiðið, heldur fyrir framann. Ég get bæði setta á og fyrir framann og hérna ætla ég að skrifa lestin kemur. Hér get ég valið Change Title Animation og ég get valið hvaða möguleika ég vil láta koma og ég ætla til dæmis að segja mig ég ætla að láta þetta vera svona. Þetta er í samfélagi titla. Nú ætla ég að sýna ykkur hvernig við breytum því hvernig myndirnar flettast eða transition og við getum líka notað það þegar við erum með vídeó. En sjáðu hérna stendur show storyboard og það sem við erum með hérna fyrir neðan, það er tímalína, tímaásinn og við sjáum vídeóið eða ljósmyndirnar, við sjáum hljóðskrafna líka og eins og ef ég smelli hérna á show storyboard þá sé ég myndirnar og svo hérna er kassa á milli myndana og sá kassi það segir hvernig myndirnar koma, hvernig eru skiptingar á milli þeirra. Ég ætla að velja hérna, smetla hérna á þetta og segja View Video Transition og þá fæ ég lista við möguleikana sem ég get notað og látið þetta flettast eftir og þeir eru næstu margir og ég ætla að velja hérna, fara hérna aðeins neðar og velja hérna eitt sem heitir Page Curl. Þá get ég látið þetta flettast svona eitt á öðru eins og blaðsíður og til þess að draga það setja það hérna niður á stuttmyndina þá get ég bara að dreigja það hérna á milli og vil ég hafa Page Curl hérna á milli eða vil ég hafa einhverja öðruvísi skiptingar á milli myndana, ég vil kannski láta eitthvað hjarta koma hérna og svo framvegis. Svo get ég spilað þetta og séð hvernig þetta lítur út. Þá kemur fyrsta glæran og svo kemur fyrsta myndin, fletti svona, næsta mynd flettist líka og síðan kemur textin og síðan ætti að koma hjarta á milli. Nú ætla ég að sýna ykkur hvernig við vistum þetta. Við allar ljósmyndirnar, svo þá gefum við þessu nafn og segjum í hvaða möppu við viljum vista og smetum á next. Við gætum vista þetta í best quality for playback on my computer en þá sjáu þið að stærðin er 25 megabæt og það er allt og stórt. Ef ég smelli hérna á other settings og vel til dæmis video for broadband að þá er stærðin ekki nema 3,4 megabæt og ég ætla fyrir ykkur að velja annarkvort 150 eða 300 og það tekur dálítinn tíma þegar að Movie Maker að bræða saman ljósmyndirnar, vídeóklippið og hljóðskrá